Já, veriði velkomnir, áruðu góðir, hér í KA TV. Hér að hefjast leikur KA og Fylkis í Misónadeild karla í blaki. Minnum á styrktarrétting Blakdeildar KA sem er þetta fyrir framan okkur. Munar hverja krónu, þannig að þið hafið gaman að þessu endilega leggja í Blakdeildinni smá lið hérna. Munar hverja krónu, en já, fyrir að hefjast þessi leikur. Og við byrjum á að renna yfir lið gestana. Og hann kemur hér. Númer 2, Sergej Djadlovic. Númer 4, Ólafur Jóhann Júlíusson. Númer 5, Eduard Konstantín Bors. Númer 6, Atli Fannar Pétursson. Númer 8, Kristi Freyr Ómarsson. Númer 9, Bjarni Guðni Halldórsson. Númer 10, Arnór Snær Guðmundsson. Númer 11, Ólafur Arason. Númer 12, Bjarki Benediktsson, 18, Gunnþór Jens Mattíasson, númer 19, Benedikt Marino Ólafsson og 20, Kem Karl Torres Lám og þjálfari þeirra er Brynjar Júlíus Pétursson. Já, gestirnir úr Árbænum með ágætislið. Þeir eru að vísu stigalausir á botni deildarinnar, rétt eins og Þróttur Vogum, en voru ansi nálægt í að taka stig á móti KA daginn þegar liðin mættust í Árbænum. Við skulum alltaf kannski kíkja betur á þann leik á eftir, en rennum við KA-liði. Númer 1, Óskar Fernández Zelís. Númer 2, Draupnir Jarl Kristjánsson. Númer 3, Miguel Mateo Castrillo. Númer 5, Andrei Collins dos Santos. Númer 6, Birkir Freyr Elvarsson. Númer 7, Alistair Arnar Þórisson. Númer 9, Sölvi Páll Sigurpálsson. Númer 10, Hermann Bíring Ottosson. Númer 11, Filip Pavel Sjefsik. Númer 12, Gunnar Pálmi Hannesson. Númer 13, Gísli Marteinn Baldvinsson. Númer 18, Vigfús Jónbergsson. Og 20, Benedikt Rúnar Valtísson. Og já, þá erum við búin að fara yfir KA-liðið. En já, eins og ég segi, liðið mættust í Árbænum fyrir ekkert svo löngu síðan sem að KA fór með 3-1 sigur af Hólmi. Og já, sem að gestirnir, eins og segi, unnur hreinu og voru ansi nálægtir að stela stela stigi. Fjórðarheinan fór í upphækkun. Svo KA vann 27-29 ef ég man rétt. En já, hérna sjáum við mitt stöðun í deildinni. Aðeins að laga til fyrir ykkur, svona höfðu skulle hafa þetta. En okkur er ekkert að vanbúnað að fara að hefja hennar leik. Og eins og ég segi, gestirnir eru án stiga, en hafa verið tæpir í 2 leikjum, eins og ég segi, þar meðal gegn KA í Árbænum, og verður spennandi að sjá hvort þeir ná að koma okkur í einhverju vandræði. KA-liðið hins vegar er í hörku baráttu á toppnum gegn Hamar og HK. KA búið að vinna alla leikina sína eftir töpu fyrir Hamar í fyrstu umferð. Hamarsmenn með fullt úr stiga ennþá. Og KA-liðið þarf því áfram að sækja öll stig sem er í boði og þurfa því, eins og ég segi, á 3 stigum að halda hér í dag. Jæja, þetta er að fara af stað. Fyrsti boltinn. Fín uppgjöf hérna frá honum Kristni Frey. Og gestirnir er að þjarma hérna að okkur. En frábær móttaka hjá KA-liðinu. Snúa vörn í sókn. Og Óskar Fernández Zelís skorar fyrsta stig leiksins. Kemur KA í 1-0. Já, Óskar byrjar þetta vel. Sjáum að sóknin byrjaði hérna öflug hjá gestunum. KA-liðið snúið þessu við. Og hérna svaraðir Atli Fannar Pétursson. Hörku smasaðna Hermann einn af mótunni í hávörðinni. Og Atli náði að nýta sér það 1-1. Þetta var einhver misskilningur.
Gunnar Pálmi, líbero hjá KA-liðinu og Vigfús Jónbergsson. Bolti fór á milli þeirra og einhver ástæðu þá létu boltan fara. Þetta ég held að hann liðina var út, gæti verið, en Edvard Konstantín Bors fær ás fyrir vikið, 2 fyrir gestina. Gunnar Pálmi við flott á móti ykkur þannig að kemur Óskar neglir þessu en var líklegast blokkaður hérna af honum Arnóri. Já, Arnór Snær Guðmundsson gefur honum blokkstigið og gestirnir núna komið 3 stig í röð. Öflugar uppgæðna frá Edvard Konstantín en þetta gerir Óskar vel og fær svo boltan aftur og neglir honum og hvað þeir ná að halda hann á lífi og dæmt svo net á Bjarka Benediktsson hjá gestunum. Hann er ekki sammála, hann vil meina að Matteo hafi farið netið en ég held að séum þetta alveg á hreinu hérna dómaraleiksins og KA fæði því stigið net á Bjarka Benediktsson. Þeir voru svo sem í vandræðum hann að gestirnir. Þessi bolti var á leiðinni yfir hérna til Matteo. En hvað það áfram með þetta, 2-3 fyrir gestina. Óskar flott uppgjöf frá honum en góð móttaka þarna hjá honum Benedikt og það kemur þetta stig hérna frá honum Kristi Frey, 4. stig gestana. Já, Kristi Freyr kom með sitt fyrsta stig, 4-2 fyrir gestina. Þessi er eins og var út, vel kallað þarna hjá strákunum. Þessi var ekki mikið út en þeir sáu það greinilega að þessi bolti var að stefna út og líta því vera. Og Hermann Býring, já, bara örugt hjá honum. Nú er lag fyrir gestina og hvað endar þessi bolti? Já, þessi endar í gólfinu og gestinni fá stigið. Bjarki með stigið en já, nú var ekki alveg vissi hvort að Hermann var að koma undir. Þannig að Vigfús setti höndin í boltan og hann náði enginn að ráða neitt við þetta. Næja, Fúsi tekur við þessu og fær svo boltan í kjölfarið og hann er blokkaður út og Fúsi þær því stigið. Já, Vigfús Jónbergsson búinn að vera lengi í meistarafloknum. Hann KA hann spilar núna, hann er oft verið í minna hlutverki og fengið að taka uppgjafir sem hann er reynda mjög góður í. Hann fær að spila núna en þá kemur Matteo með uppgjöfuna beint út og fylgismenn tveimstum yfir áfram. Þetta er út þá beint á móti, mistök að báða bóa núna. Já, Arnór Snær með hennar bolta á langan og kom það 2 uppgjafir sem klikkaði hjá gestunum gegn einni á KA. Fúsi fín móttaka og Ulfhjörmur lauma þarna, frábær lauma. Já, þetta gerði Kristinn mjög vel. Já, alltaf gaman að góðum laumum. Þetta var virkilega vel gert. Gunnar Pálmi missir móttökuna yfir. Gestirnir, eins og segja, að byrja þetta betur og þetta kemur lúmskur bolti frá Edvard Konstantín Bors. Þarna var enginn mættur undir háorðina og því fór sem fór. Nýt með bolti þarna frá Konstantín beint á línuna og fylkismenn eru bara að byrja betur. Andrei Collins, þjálfari KA, aðeins ræða við sína menn. Kemur fín duðspil á Lexa en hann er blokkaður, hann hefði þessi bolti inn í leik. Og hrattlutur aftur á Lexa og það er ekki séns að toppa þetta, var engin hávörn. Og Lexi þrumar sér í gólfið fyrsta stigið hans. Þetta líst mjög vel á. Ótrúlega nánir þeir Lexi og Filip. Þetta þurfa hann að vera það þegar þetta spila hratt upp á miðjuna. Tengingin ansi góð. Hvað gerir gesti hérna? Sitta boltan á Konstantín og hann neglir þessu. Halldór stökkkraftur hjá honum. Og já, gestirnir eru að byrja betur.
En við svo sem höfum séð það ansi oft gegnum tíðina að KA-lið byrjar tiltölulega rólega og svo setja þær í fluggirinn. Fúsi tekur vel við þessu bolta, svo kemur Matteo en þeir ná að bjarga þessu. Hvað gera þær úr þessu? Frábær bolti þarna á afturlínunni en enn Fúsi að taka vel við. Blokkinn á gesturinn tekur þetta en aftur KA að sækja og nú kemur Matteo að fara með laumuð þarna. Sá að var mikið pláss milli fram á afturlínu. Já, dæmt svo mók þarna á Edvard Konstantín. Hárréttur dómur var blokkaður hérna til þess að bjarga boltanum. Þá ýtti hann duglega undir hann og það er bannað. KA kom með 8 stig núna, minnkandi 1. Hörkubolti, sjáu því Gunnar Pálma þarna og svo kemur slakur bolti þarna frá Óskari. En móttakan virkilega góð þarna á Gunnari. En það var því miður ekki nóg, stigið til gestana. Þeir leiða áfram. Fílip núna yfir á Matteo og Matteo laumar aftur og skorar þarna. Já, allir ekki búist við fljótu uppspil á miðjuna. Og fyrir vikið var aðeins einn í hávölduna móti Matteo. Og það er ávísun á vandræði. Matteo rosalega öflugur í að klára sína sénsa. Fín móttaka þarna hjá Benedikt Marino og hann Gunnar Pálmi að standa verið sínu. Hvað endar þetta? Nei, við komum boltanum ekki yfir og KA-liðið fær stigið 10-10. Hann kom að því að KA-liðið jafnaði þetta. Og Óskar er áfram í uppgjöfinni fyrir KA-liðið. Hörku uppgjöfi frá honum. Þetta kemur lúmspil tilbaka á hann Bjarka sem er blokkaður all hressilega þarna og KA-liðið komið yfir 3 stig í röð. Og Hermann Bíring kemst á blaði hérna. Þetta var frábær hávörð og voru gjörsamlega búið að lesa þetta uppspil á Bjarka í díóstöðunni. Og svo kemur að því að Óskar setur boltann út og gestin á því að efna aftur 11-11. En þetta svona er að koma til hjá strákunum. Þetta er að fylkismenn búin að vera að leiða til þessa. Fílip velur Matteo og hávörðnin nær ekki að stoppið alveg. Bjarni Guðni reyndi að bregðast við, hann var aðeins og seinn og því fór sem fór. Matteo með stigið, 3 stig á honum núna, 12-11. Það er vonandi við náðum að virkja Matteo hér í dag. Stórkostlegur hann Miguel Matteo Castrillo. Það kemur Fúsi með sensinn og er blokkaður, enda var hann ekki í besta færinu. Og nú snúaði vörnin sókn og heldur betur öflug sókn. Arnór Snær Guðmundsson. Hann með sitt annað stig hér í dag. Hann stefnir bara í hörku baráttu þessa fyrstu rinu. Gestirnir úr Árbænum eins og segja hafa enga tapa. Eru stigalausir en hafa komið sér vel inn í markaleikina. Og hérna fær KA stigið, gefum bara Fúsa þetta stig. Það var hann sem að setja hann yfir á endanum. Og 13-12 fyrir KA núna. Strákarnir að slíta sig frá gestunum. Nei, ekki strax allavega. Matteo með fasta uppgjöfi í netið. Og áfram jafnt núna, 13-13.
KA-liðinu gengið tiltölulega erfiðlega að vinna fyrstu hreinu núna undanfarið. Stelpurnar reyndar unnu 3-0 á Nesjastað daginn og vonandi að það nái að aflita þessari bölvun sem virðist hafa verið á KA-liðunum undanfarið. Fyrir það að tapa fyrstu hreinu. En ja, hérna eru gestirnir komin aftur yfir 14-13 og það er svona að líða seinni hluta þessar fyrstu hreinu. Lexi með fína bolta en þetta er vel gert hjá Atla Fannar í móttökunni og sjáu þið Óskar hérna frábær bolti frá honum en svo kemur ekki alveg góður bolti þarna milli Philips og Lexa og Lexi leggir í netið. 3 stig frá gestunum núna, þeir eru að svara fyrir sig. Óskar með flotta móttöku og hrattvísvel á Lexa og Lexi skorar háhautin í þessum bolta þarna og Bjarni Guðni eðlilega smá svektur þarna en það var fastur bolta frá Lexa og það er erfitt að bjarga þessum bolta eftir að hann fór í háhautina. 14-15 Fúsi með fína bolta og það rendar þetta. KA-liðið nær að verjast þessu. Kemur Matteo, frábær hávörð þarna hjá Edvard Konstantín Bors. Komið 4 stig, var einn í hávörðunum móti Matteo og gerði þetta virkilega vel og fagnaði svo sem þokkalega, eðlilega. Það er fátt skemmtilega í blankinu heldur en að koma með góða blokk. Já, þá kemur þessi bolti frá Bjarna Guðna. Og þetta er þriðja uppgjöf gestanna sem að klikkar. Bæði lið búin að klikka á 3 uppgjöfum. Og komið að Lexa fyrir KA-liðið en langur þessi bolti. Já, það sást langar leiðir, þessi var of langur. Og Alexander Arnar Þórisson þarf þá að hvíla. Og Gunnar Pálmi kemur inn í líbero-stöðunni í staðinn. Óskar áfram með virkilega góða móttöku og Matti var reynir að lauma en sjáu þessa björgun á Kem og svo kemur aftur frábær hávörð hjá Hermanni Bjúring. Já, 16-17, 2 stig, 2 blokkstig hjá Hermanni kominn. Og aftur einstigsmunur. Þetta var virkilega vel gert hjá Kem Karl sem er hérna líbero gestunum þeir eru að skipta þeirri stöðu milli sín, hann og Benedikt Marino. Benedikt aftur kominn inn og þessi boltar enn í leik hérna á Matteo skora svo í kjölfarið. Þetta var bras á KA-liðinu en þegar þú ert með leikmann sem Matteo þá getur oft gert ansi mikið úr litlu. 4 stig hjá honum og staðan voru 17-17, 8 stig sem að hvoru liði vantar til að klára fyrstu hreinu. Konstantín með fína bolta en Filip les þetta vel og svo kemur nýtt með smass frá Miguel Mateo Castrillo. 18-17, KA aftur komið yfir, sveiflur í sig núna. Hvað endar þetta? Finna þarna Bjarka og hann skorar. Já. Góð móttöku á gestunum, góð mót boltanum svo á Bjarka sem að kláraði þetta vel. Jafnar í 18-18. Stefnir í hörku baráttu þessar fyrstu hreinu. Fúsi, nei. Það var þarna smá misskilningur milli Fúsa og Gunnars Pálma sýndist mér. Þannig að Fúsi var svona hafði lítinn tíma til að bregðast við. Því fór sem fór ásjá Konstantín Bors. Þeir eru komið aftur yfir 18-19. Matteo fær hann aftur og bombar þessu á hávörninni. Þeir ná að berga þessu og hörku bolti að hávörninni og út. Arnór Snær koma gestunum 2 stigum yfir. Arnór Snær, nei. Já, vittlust þarna hjá okkur Arnór Snær skoraði þetta stig, lögum það. Já, þá tekur Andrei Collins leikhlé fyrir KA-liðið,
2 stigum undir allt í einu, 3 stig í röð hjá Fylkismönnum og þeir eru aðeins 5 stigum frá því að taka fyrstu hrinuna hérna. Kemur kannski einhverjum óvart en eins og ég segi, leikur liðana fyrir sunnan var hörkuleikur. Og eins og ég segi, það býr miklu meira í þessu Fylkisliði heldur en taflan í deildinni gefur til kynna. Fúsi tekur við þessu, Fílip á Matteo, Matteo bombar þessu af netinu og þá er erfitt að eiga við þetta. Og Matteo 6 stig. Minnkandi 1, mikilvægt fyrir KA-liðið að jafna strax. Óskar sem er bara með virkilega fastar og góður uppgjafir. Má ekki klikka núna. Það tekur líka tilstöðulega þægilega núna. Og hvar endar þetta í erfitt uppspil hérna og KA-liðið fær því sénsinn á snúið sig við. Og svo kemur Hermann Byring með neglu þarna á miðjunni. Og jafnar í 20-20. Mjög jákvæmt að sjá Hermann hér í kvöld. Búinn að koma virkilega sterkur inn, 20-20. Stór strákur sem er að nýta hæðina vel núna, kom með 2 blokkstig og hérna tók hann boltan hátt uppi og nettanum beint niður. Og þá svara gestinni með hörkustigi Atli Fannar Pittursson. Og þetta eins og segi, ætlar að verða ansi strembil fyrsta hreina fyrir KA-liðið. Óskar á Fílip á Matteo. Þetta var virkilega vel gert hjá honum. Já, Matteo að stíga heldur upp með 7 stig. 21-21. Þá kemur Sölvi Páll inn í uppgjöfuna fyrir KA-liðið. Jæja, kemur boltinn frá Sölva. Hann er fín. Konstantín tekur við þessu og svo kemur hörkusmass hérna. Það er út frá Arnóri Snæ og KA-liðið komið yfir. Arnórs er búinn að vera mjög öruggur sínum aðgerðum hér í kvöld. Næri ekki að hitta völlinn hérna og þá tekur Brynjar Júlíus Pittursson, þjálfari Fylkismanna, leikhlé. KA-liðið búið að snúa þessu við eftir að staðan var 20-18 fyrir gestina rétt áðan. Þá tók Andrei, þjálfari KA, leikhlé. 4-1 kafli síðan. KA komið yfir. Já. Sjáum hérna síðust stiginn, eins og ég segi, það var 18-20 fyrir gestina þegar Andrei Collins, þjálfari KA, tók leiklið. Síðan þá er KA búið að skora 4 stig gegn 1 og snúa þessu við og stefnir í svakalegan endasprett hérna í fyrstu hreinu. Mikilvægt að ná fyrstu hreinunni. Það er alltaf erfitt að missa hana. Og þurfur vissulega að vinna 2 hreinu til þess að tryggja allavega stig úr leiknum. Jæja, áfram með þetta. Hörku hávörðin KA-liðinu, boltinn er enn í leik fyrir gestina og þeir eru í vandræðum, koma hann svo endanum yfir. Og hratt vissulega á Lexa á miðjunni og hann neglur þessu niður. Já. Lexi komið 3 stig. Já, þarna var smá misskilningur hjá gestunum og fyrir vikið þurfti að setja boltan þægilega yfir og KA-liðið nýtti sér það frábærlega. Enn og aftur gott samspil milli Fílip og Lexa. Sölvi með þennan bolta, hann er góður, hann var inn, nei, ok, hann var allavega hansinn á línunni en dæmdur út til. Þannig að, já, hérna munaði millimetrum. Mér fannst hann lenda á línunni. En þetta var það tæft að ég ætla ekkert að véfinga þennan dóm. 23-22. Fylkismenn eru ennþá á lífi hérna. Fúsi tekur við og svo kemur Matteo og hann skorar ekki besta staðan sem getur smassað úr töluð frá netinu. En nær að finna smá glufu á hávörðinu hérna. Neglir í hávörðinu niður. Og Matteo kom með 8 stig sjá og KA er með 12 stig gegn 7 eftir smöss. Vantar 1 stig núna til að klára fyrstu hreinu
og kemur frábær blokk frá Lexa. Alexander Arnar Þórisson klárar þessa fyrstu hreinu með frábæri blokk gegn Arnóri Snæ og K.A. vinnur fyrstu hreinu 25-22. Þurfti að hafa töluvert fyrir þessu strákarnir en það er enginn að spyrja hvernig það er. Þeir fengu bara sigurinn í þessari hreinu, komnir í 1-0. Það er það sem skiptir máli. Já, þetta var vel gert og vantilega mjög svekkjandi fyrir gestina. Þeir lögðu mikið í þessa fyrstu hreinu en fá á endanum ekkert út úr henni. Kíkjum kannski á stigahæstu menn. Mikael Mateo Castrillo kom með 8 stig og K.A.-liðinu búið að vera virkilega öflugur. Miðjurnar Alexander Arnar og Hermann Bíring báðir að standa vel fyrir sínu. Alexander kom með 4 og Hermann 3 og Fúsi 2, aðrir minna. Edvard Konstantín Bors með 5 stig, stigastur hjá gestunum, búinn að fara mikið fyrir honum. Og svo er Arnór Snær með 3 stig og Atli Fannar, Kristinn Freyr og Bjarki Benediktsson allir með 2 stig. En já, þetta fer vel af stað hérna hjá okkur. Skulum kíkja svo á tölfræðina í þessari fyrstu hreinu. Hérna kemur hún, 25-22 sigur K.A.-liðsins í þessari fyrstu hreinu. 12 smastig hjá K.A. gegn 7. Engin á sig K.A. en 2 hjá gestunum. Bæði lið með 3 laumur. K.A. með 3 blokkstig gegn 2. Það var með blokkstig sem að kláraði hreinuna. Og K.A. fær 7 stig eftir mistök á gestunum en Fylkir 8 stig eftir mistök á K.A.-liðinu. Og sjáum það að K.A.-lið klikkar 5 uppgjöfum en Fylkismenn 3 og bæði lið leiddu mest með 3 stigum. En það voru K.A.-menn sem unnið þetta. Fyrsta hreina 21 mínúta rétt rúm. Já, kíkjum svo kannski á hvernig fyrsta hreina spilaðist, þess að tímalínuna. Sjáum það að það eru gestirnir sem eru rauðir og þeir leiddu í upphafi og svo miðbygg hreinunar K.A.-liðið að jafna þetta. En eins og segi, gestirnir yfir lungana fyrstu hreinu en það er eins og svo oft áður K.A.-lið sem stígur upp þegar mest á reynir. Strákarnir eru rosalega góður í því að klára svona hrinur með öflugum endaspretti. Það var alveg magnað að sjá hvernig það myndi spilast ef K.A.-lið myndi spila á svona krafti alla hrinuna. En eins og segi, það býr þokkaleg reynsla í K.A.-liðinu heldur betur. Þeir vita nákvæmlega hvað það þarf til þess að vinna. En já, fyrir að koma að annarri hrinu væri, eins og segi, ansi mikið fyrir K.A.-lið að sækja öll 3 stigin hér í kvöld. K.A. og HK bæði búin að missa 4 stigum hér í vetur. Og meðan Hamarsmenn eru á toppnum með fullt úr stiga og K.A. má því helst ekki mistiga sig meira. Eiga náttúrulega útileik eftir gegn Hamarsmönnum og væri virkilega áhugavert að sjá hvernig strákarnir geti verið komnir í þá stöðu að geta tekið eftirsætið af þeim. Það er að segja ef Hamarsmenn fara að missa einhver stig. En það kemur í ljós, Hamarsmenn alltaf með frábært lið. En við byrjum alltaf á að klára leikinn hérna í kvöld. Reynir að lauma, Óskar sér við þessu og nú fær svo boltan aftur í kjölfarið og tekur ágætisbolta hana en svo kemur Konstantín og þetta er út, engin snerting og þetta er bara út frá honum. Það var aldrei snerting hérna, saman hvað gestinni reynir að setja út á það. K.A. kom með 1-0. Fílíp áfram í uppgjöfinni og kemur Konstantín aftur. Núna fyrir boltinn að hárunni og byttu nú við. Endur tekið vantarlega. Já, endur tekið. Hann reiknaði hann ekki með að Fúsi nefndi að ná að bjarga boltanum og var búinn að dæma Fylkismönnum stigið en Fúsi bjargaði þessu. Þetta er eins og kostur við blakki. Það er hægt að taka endur tekið þegar hann koma svona mistök.
og Káali slapp frá sem vilja með skrekkin hana, en svo kemur misnað uppspil á miðjun og Atli Fannar hittir ekki boltan og Káa komið í 2-0. En þetta var náttúrulega ótrúlegt. Fúsi náði að bjarga boltanum hana og greinilega fleiri en bara ég sem að fannst þetta stefna í stig til gestana. Og svo kemur smass fyrir afturlínunni fjá Bjarka Benediktssyni, en hann næri ekki boltanum yfir netið og Káa komið í 3-0 núna í upphafi annar hreinu. Já, stöngin út hjá gesturinn til þessa núna og kemur Konstantín og hann skora núna og fær stigið, komið með 6 stig. Já, 3-1 fyrir Káa-liðinu. Fastu bolti hérna, Óskar tekur vel á móti og boltin upp á Matteo og hann ætlar að sneiða fram í hárinu, gengur ekki og annað stig í röð hjá fylgismönnum. Já, virðist stefna í einfaldlega hörkuleik hér í kvöld. Spurning hvort að Andrei Collins, þjálfari Káa, spila í kvöld. Æja, dæmt tvíslag á Káa-liðið þarna, þetta var klaufalegt. Það voru að eiga mjög hreina snertingu þegar þú tekur fingerslagið svona upp. Þetta var það ekki og fylgismenn fá því stigið. 3-3. Sveiflir hérna, Káa komst í 3-0, komið 3 stöður á gestununa. Þessi er á langur og Káa-lið kallar það. Og löng uppgjöfna frá Kristni og Káa heldur í fórustunni 4-3. Óskar í uppgjöfinni fyrir Káa-liðinu. Þægilegur bolti, það hefur verið samt í smá vandræði með þetta og nú er lag fyrir Káa-liðið. Hvað velur Filip? Hann setja tilbaka á Matti og neglir þessu niður. Frábær uppspil hjá Filip. Já, Filip Pavel-Sjevsík, þetta er náttúrulega ótrúlegur blankheili, þessi frábæri uppspilari, setja hann tilbaka á Matti og sem að þruma þessi gólfið. Káa tveimstum yfir og kemur Konstantín hæstir út. Já, Konstantín reyndi að lauma honum hægra megin við háruna en það er ekki mikið að fara úrskeiðis eða það fari út og það gerði það hjá honum. Káa aftur svara með 3 stöðum, 6-3 núna og vandræði á þeim en Konstantín kemur hún yfir. Káa-liðið góðu séns núna tilbaka aftur á Matti og smassar af netinu. Þeir ná að berga þessu en nú er aftur lag fyrir Káa-liðið. Aftur leitu að Matti og hann skora núna 4 stiga munur. Matti hefur funheitur komið 10 stig. Skilja bara mjög vel að Filip leiti á hann trekk. Það er bara ávísun á stig. Þá tekur Brynjar Júlíus, þjálfari gestanna, leikhlé. 4 stigum undir hérna í annarri hreinu og svona með svona allur taktur í Káa-liðinu að koma til. Sá hann þeir voru, að mér fannst ekki alveg í sínum venjulega gír í fyrstu hreinu en það var samt nóg til að klára hana og vinna 25-22 sigur. Spurning hvað Brynjar Júlíus, þjálfari gestanna, getur kokkað upp hérna. Minnum á að það er bikar mót yngri flokka í blaki hérna á Akureyri á morgun og sunnudag hérna í Káa-milinu og Naustaskóla og við munum sýna 1 völl í beinni hérna á Káa TV og verður einmitt gaman að sýna frá því. Krakkarnir að berjast í bikarkeppninni. Áfram við smjöri hérna. Fín Hávörn og Fúsi heldur boltanum í gangi. Svo kemur Matti og hann er blokkaður. Þetta var að mér sýndist Atli Fannar sem tók hann hérna. Hann er komið 3 stig núna
Það komaði henni að loka á Matteo. Matteo búinn að vera virkilega góður í kvöld eins og svo oft áður kallinn. Gunnar Pálmi með virkilega góða móttöku beint á Filip og Filip setur hann á Hermann og Hermann Byring klárar þetta 4. stigið hans. Já, þetta var ansi góð móttaka á Gunnar Pálma. Smell hitti á Filip sem gæti þá nota tíma til þess að lesa í aðstæður í staðin fyrir að þurfa eitthvað að sækja boltan. Þá kemur misstu uppi frá Hermanni og hann hann skipt út af fyrir Gunnar Pálma. Þannig að við vorum ekki lengi án líberó og varnar sérfræðingur Gunnar Pálmi kominn aftur og færir mitt beint í móttökuna hana og svo kemur hörkusmans frá Lexa og þessi bolti enn á lífi. Býtum nú hvað? Kávalið fær stíið, það var einhver smá reikistefna hana og 4 stiga munur Káa á 9-5. Kemur Matteo, fín bolti, þeir missa hins að boltan frá sér og Lexi reynir að smassa þessu, gekk ekki og kemur lauman frá Filip Pavel Sjevsík, frábær lauma hjá honum. Já, þetta á kallinn heldur betur til og þetta er mikilvægt, hann er komin á blað. Já, og kemur lýsandi ekki frá Matteo. Þetta var gaman að sjá hjá Filip. Þarna voru menn heldur klálega að undirbúa sig að stökkva upp á móti Alexander á miðjunni og ekkert mikill sjokk er að Filip hafi lesið það. Hann er yfirleitt svona 1 til 2 skrifa undan flestum á vellinum. Orðin reyndar alveg varð hérna 43 ára á dögunum. En er heldur betur ennþá að hann Filip, magnaði karakter. Fúsi missir boltan yfir hérna, hvað gerir gestirnir? Nýta sér þetta, reyna að lauma, þessi bolt var líklegast að leiðinu út, Gunnar Pálmi tekur hann og Fúsi, þessi bolt var alveg úr netinu á Fúsi, rétt stríkur netið þarna og dæmt net á hann. 10-7 fyrir Káa, gestirnir 2 stig í rauð núna. Þeir eru ennþá inn í þessu, Ólafur Jóhann fram að fína uppgjafir og svo kemur hörkubolt frá Lexa og hetjuleg barða þarna á Konstantín Bors en það hefur verið ótrúlega hann á að bjarga þessu bolta og Lexi komið 5 stig. Það er Vigfús Jónbergsson í uppgjöfuna, hún er þægileg hérna og svo kemur fín hávörð hjá Filip og svo setur boltan yfir á Óskar, hoppa tilbaka til að ná að smansa hann að bolta og aftur frábær hávörð hjá Lexa en hvað dæmt net á Lexa eða nei Óskar fyrirgefi. Hann er ekki viss hvora var sem snertir hann og hann dæmir net á Káalið. Bæði Óskar og Alexander Arnar virðist ekki kannast við þetta. Lexi fær hérna aðvörun eftir að hafa sett svolítið út á þetta. Það er bara áfram í smjörið, 3 stiga munur. Fúsi í móttökuna og svo kemur Óskar og þessi var inni. Já, skoppaði á netinu og Óskar Fernández Elís kom með 2 stig. Gerði fyrsta stig í leiknum og er að bæta því öðru við núna. 12-8. Æja, kemur Konstantín, frábær hávörð en þessi bolt er enn í leik og aftur finna þeir Konstantín og sjáu þið Lexa þetta kerða virkilega vel, svo kemur Matteo en setur hann í netið og gestirnir
minkið til 3 og þá kemur Gunnar Pálmi aftur inn. Gengur ansi erfiðlega að fá allavega 1 stig þegar við erum ekki með líbero inn á. Þá kemur Gunnþór Jens Mattíasson inn fyrir gestina. Fúsi með fína móttökur, svo kemur Óskar, neglir þessu frábær hávörð þarna en Fúsi fljótur að bregðast við og svo kemur Matteo og neglir þessu beint á Gunnþór sem að nær ekki að stýra boltanum hana og Matteo kom með 11 stig. 4 stiga munur áfram núna. Kemur Konstantín, hann í séns þarna og setur hann út. Þarna var hann gerði hárrétt í stöðinni að lauma yfir Matteo þarna en boltinn hársbreidd út og KA-liðið sleppur með skrekkin heldur betur. 14-9, 5 stiga munur. Sjá þetta var langt í næstu menni á KA þarna. Þetta var hárrétt ákvörðun hjá Konstantín að reyna laumuna. Hann hafði ekki heppnina með sér. Jæja, Fílíp og þeir ná að gera vel úr þessu en smassið út. Já, þarna var móttakarinn að svíkja Benedikt en þeir gerðu ansi vel úr þessu, komið boltanum upp fyrir Sergej sem að setti boltan hins vegar út og aftur er Benedikt í vandræðum þarna. En núna er það hins vegar Sergej sem að neglir þessi gólfið. Þá einmitt skipta Benedikt út og Karl Torres Lám kemur inn í líberostöðuna. Þeir skiptu stöðunni aðeins á milli sín í fyrstu rinnu. Spurning hvernig hann kemur inn í þetta. En 5 stiga munur. Þar KA hafði komist í 15-9. Mesti munur sem er búið að vera á liðinum í kvöld. Kristinn Freyr Ómarsson í uppkýrinu fyrir gestina. Búið að flauta, þannig að við getum haldið áfram hérna. Og hér kemur bolti frá honum. Fínn bolti og þarna lúrir Atli Fannar. Vigfús Jónbergsson misti móttökuna yfir netið og þar var Atli Fannar klár í að stýra boltan í gólfið. 11-15. Þetta gerir hann vel og sjáuði boltan hann frá Fílíp á Hermann en þeir ná að verðast þessu og aftur Hávarðun KA-liðinu en boltinn svo af Hávarðun og út og því fær Konstantín Bors stigið. Komið með 7 stig, minnkar í 3, 3 stiga runa núna hjá gestunum. Þeir eru að komast aftur inn í þetta. Bolti Fúsi með móttökuna beint á Fílíp og Fílíp á Óskar og þessi bolti inn í leik og þarna var Matteo hárréttum að réttum stað. Hann bombar sér gólfið. Gult spjald á gestina hérna. Það var ekkert að þessu hjá Matteo. Þetta var gult spjald á Konstantín. Já, vildi minna að það hefði verið hugsanlega seiling hjá Matteo. En þetta var bara frábærlega gert hjá Matteo. Og það er að pirra sig þessu fylkismenn. Það sem frekar að pirra sig á því að hafa boðið upp á þennan séns fyrir Matteo. Og 4 stig undan aftur, KA er að losa þessa stöðu. Gestin með 3 stig í röð þarna. Óskar með uppgjöfuna. Þetta gerir Benedikt vel og svo skorar hann hörgustig. Já, Atli Fannar kom með 5 stig.
Þetta ætlar eins og segja að verða krefjandi verkefni í kvöld fyrir KSK-ana. Nú þurfum að hafa alla við til að taka öll stigin. Svo kemur frábær smass frá Miguel Mateo Castrillo. 17-13, komið 13 stig. Jæja, þá leikum við án líberó meðan við erum uppgjáðaréttin hérna. Okkur hefur gengið erfiðlega að fá stig í þessari stöðu. Og dæmt neta hárnina. Sýnist að aftur kannast að ekki við þetta. En það breytir því ekki að gestin fá stigið. Og henn er KH-liðið í vandræðum með að fá stig þegar við erum að bíða eftir líberóskiptingunni inn. Og já, Fylkismenn eru að berjast við að koma sér aftur inn í þennan leik, inn í þessa aðra hrinu. Það verður ansi erfitt til að þau tapa þessari hrinu líka. Það kemur boltinn hérna, Sölvi Fílíp þarf að sækja bolta en finnur Mateo og endar svo þælum bolta hérna. Sölvi upp á Fílíp, Fílíp á Sölvi aftur, Sölvi neglir þessu og þessi var út. Það minnaði mjög litlu þarna, hörkubolti frá Sölva en hann var út. Þetta fær KH-liðið að smá setja eigið með þarna en að syngja að boltinn hafi verið út. Tveggja stiga munur og gestinir hérna í fínum séns og hann setja hann út. Hérna var Bjarni Guðni í fínum séns en sett hann út og 3 stiga munur KH í vil. Þá gerir KH tvöfaldaskiptingu. Gísli Marteinn Baldvinsson kemur inn hérna fyrir hann Miguel Mateo og Draupnir Jarl sem er að koma hérna í uppspilararstöðuna fyrir Fílíp. Draupnir spilaði með töluvert gegn Fylkismönnum í fyrirleik liðana og var virkilega flottur, kom vel inn og reyna að lauma. Þetta er vel gett hjá Lexa, hann er fljótt að bregðast við þarna og þröngstaðan er Sölva og hann skorar rauninni. Já, hafði yfirsýnina í að finna hérna lausaplásið og Sölvi Páll er að koma sér á blað hérna. Fyrsta stigið hans, 19-15, 4 stiga munur. Draupnir því áfram í uppgjöfinni. Fín bolti frá honum en þeir gera mjög vel úr þessu og þessi bolti er ennþá í leik, áfram með þetta og KH-liðið í séns hérna en Lexi ákveður að smassa strax í stað fyrir að búa til spil. Draupnir upp á Óskar velur Gísla Marteinn og hann fína bolta en hvar endar þetta? KH-liðið fær stigið. Endaði með tvíslag á gestina. Ég var að horfa aðeins annað þarna en ég var ekki alveg viss hversu gróft tvíslag þetta var en tvíslag er alltaf niðurstaðan. KH komið 3 stig í röð núna og er aftur að ná að slíta sig aðeins frá þeim. 20-15. Þá taka gestinni í leikli, smá rækistefna. Reyna að slökkva í Draupni og Brynjar Júlíus Pétursson tekur leikli fyrir gestina. KH 5 stigum frá því að vinna þessa aðra hreinu, komast þar með 2-0. Það væri þetta ansi gott. Já, sjáum hérna síðustu stig. Það búið að vera svolítið mistök. Það er bara Sölvi Páll sem skorar hérna vennilega stiginn á milli. Annars hefði þetta verið mistök hjá liðunum á báða bóga. Ja, þetta geraði vel, frábær Howard en boltinn fer út. Boltinn á Lexa og dettur rétt út af við og Bjarki Benediktsson fær því sitt 3. stig í leiknum, minnkar í 4 stig. Þetta er hvergi nærri búið. Óskar
Finnur Draupni, setur boltan á Gísla Martein og hann neglir þessu en vel gert þarna hjá Atla Fannar í móttökunni. Draupnir, hvað verður hann, setur hratt uppspil á Lexa, hann Gísli Martein klókur, staðsetur sér rétt og neglir þessu svo af Hávardinu út, já. Ég ekki viss að þessi bolti hefur verið inni ef hann ekki farið að Hávardinu, en það ekki spurt af því. Boltin af Hávardinu og Gísli Martein Baldvinsson kemur í fyrsta stigið sitt. Aftur 5 stiga munur, já. Og Sölvi Páll þá í uppgjöfinni, fýtt bolti, komst inn með góða móttöku og þetta endar hérna í frábæru blokkstíi. Og Lexi kom með 6 stig, þar af allavega 2, ef ekki 3 blokkstig. 2 já. Káa kom með 4 blokkstig, það 2 á Lexa, 2 á Hermann. Miðjurnar standa verið sínu. Og frábær Lexi þarna, aftur blokkar hann, núna blokkar hann Bjarna Guðna. Þetta svo mikilvægt að Hávarður standa verið sínu, taka biti úr sóknarleik gestana og Lexi stór og stæðilegur, góður í því að vera fyrir. Þessi bolti langur og út frá Bjarka og Káa-liðið að ganga frá þessu 4 stig í röð, komnir 8 stigum yfir, mesti mun sem hefur verið á liðunum og Káa vantar 1 stig til að klára þess aðra hreinu. Það væri stórslis að klúra þessu. Sölvi hörku bolti frá honum og hann allt of fastur, hann endar út, hittar þessu í markið í handboltateirnum. Það var alltaf eitthvað jákvæmt við þetta hjá honum. En já, 8 uppgjafi sem var klikkað á Káa-liðinu gegn 4, en enga síður að Káa sem í líkistöðu hérna. Og þau höfðu svona enga tapa. Arnór Snær reyndi hérna fasta uppgjöf, þeir reyna að sækja stig, gekk ekki hjá honum og fyrir vikið fær Káa stigið sem vantaði og vinnur 25-17 sigur í þessari annar hreinu og komið í 2-0. Öruggt með stigurleiknum og í lykilstöðu að taka öll 3, það sem að strákana vantar. Það að svona komin ágætis skipting í deildinni. En við tökum smá pásu, leyfum tölfræðina að lifa áður fyrir með 3. hreinu.
Já, sjáum hérna Káa-liðið hafi ágætis yfirbörði í þessari annar hreinu, komst í 3-0, gestin jöfnuðu 3-3 en eftir það var Káa með tiltölulega þægilega fórustu og vinnur endanum 25-17 sigur. Því að skora Káa var með 4 stig í röð þarna, úrslitin 16-20 eða 20-16 í 24-16 og já, þetta var tiltölulega samfærandi eftir frábæra og jafna fyrstu hreinu. Káa kom í 2-0 og nú væri ansi gott að klára þetta bara hér í þriðju hreinu en gestirnir væntanlega á því að gefa ekkert eftir. Smá breytingar á Káa-liðinu. Draupnir í uppspilurunum, Sölvi Páll og Gísli Marteinn núna klárir og Benedikt Valtýsson kominn inn. Og Sölvi Draupnir inn að berga þessu og þessi bolti er hins vegar ekki löglega yfir og gestirnir fá stigið. Já, 1-0 til gestina. Já, bolti fór ekki réttu megin við spíruna eða antennuna, hvað sem ég vilji kalla þetta á íslensku. Þá kemur mismunandi uppgjöf frá honum Kristni Frey. 7. uppgjöf sem klikkar á gestunum. Þeir nálgast Káa-liðið sem er með 8 og 1-1 hér í upphæði þriðju hreinu. Það var hægt að klára leikinn núna. Draupnir með hennar bolta, fítbolti. Engolstin tekur vel við þessu og ekki besta smann sem hefur séð það frá Bjarka en Káa-liðið verður að snúa þessu og það var Draupnir aðeins fljótfær. Þannig að haft aðeins meiri tíma til að stýra boltanum og jú, gefum Bjarka bara stigið. Kom með 4 stig. Þetta var Draupnir hafði aðeins meiri tíma til að stýra þessu og hittir ekki á Benedikt þannig og Benedikt ekki alveg nú að sáttur. Veit ekki alveg hvað Benedikt að ræða við dómarann núna. Jæja, áfram með smjörið. Gunnar Pálmi missir hann yfir og hérna lúrir hann Bjarki Benediktsson, komið 5 stig núna. Það er rándýrt að missa boltan yfir í móttökunni. Og það er aldrei neitt klár í hávörn og Bjarki nýtir sér það. Þarna kemur Óskar með hörkusmas. Það er vel gert hjá Kristni, tók vel á móti þessu og svo kemur boltinn hérna frá Ólafi Arasyni, skoppar á netinu út og Káa-liðið fær stigið. Það er Þarna kemur 4 stig af gestunum. Það var litlu staða hérna hjá okkur. Það var 2-3. Og hérna fær Káa-liðið gott stig, 3-4. 1 stigs munur. Já, greiðarsverði flækju. Og við erum með auka stig á gestina. Benedikt hérna. En þetta endar hjá honum Bjarka og hann neglir sér niður. Gestirnir er að spila fínt blak hérna í þriðju hreinu. Er að reyna að svara fyrir aðra hreinu sem Káa, eins og segir, vann tiltölulega samvarandi. Sölvi, þetta var vel getið Sölva. Og svo Lexi og setur boltan af netinu út. Voru ekki í háruna. Því er að gestinni sem var stigið. Já, 3 stiga munur gestum í vil. Og
Bjarki áfram í uppgjöfinni, fínn bolti, Óskar tekur við, Draupnir upp á Sölva, Sölvi neglir þessu og skorar, já. Það gerðu ungu Sölvarnir vel, Draupnir með uppspilið á Sölva og Sölvi neldi þessu í gólfið, annars stig í honum. Það segir Draupnir komi í uppspilararstöðuna og það fer ansi eftirlegur strákur á ferðinni. Og þetta gerir Kunnapálmi vel. Boltar hann í erfiðri stöðu og svo kemur hörku, já, smass frá Sölva Pál og boltinn af Fylkisvörninni upp í loftið og Sölvi komið 3 stig, minnkar til 1 stig. Sölvi að nýta tækifærið vel. Gísli Marteinn því áfram í uppgjöfinni. Fínn bolti og þeir sita á kantinn og hann frábær hávörn. Var þetta ekki Draupnir sem tók hann eða var þetta Lexi? Var annað hvor. Ekki svona hallast að Draupni en skiptir ekki öllu máli. 6-6, 3 stig í röð KA-liðinu. Hratt uppspil, frábær blokk hjá Lexa en þeir ná að halda þessu á lífi. Nú sensin á okkur Draupnir á Sölva af hávörðinu og þessir inni. Gunnar Pálmi var alveg viss sem var á leiðinu út og ég sammála hann lét hann því fara og þessi dettur svo í gólfið. Já, Fylkismenn ná að hanga á forystunni. Draupnir erfiðan bolta þarna og dæmt svo net á KA-liði. Já, Draupnir taka bagger þarna upp sem endaði hann skrúaðist yfir netið og í kjölfarið dæmt svo net á KA-liði voru að reyna að teygja sig í boltan. Kemur Sölvi núna, þetta er allt annað og Sölvi neglir þessu í gólfið, Sölvi Páll að nýta tækifæri frábærlega, komið 4 stig. 24 smastig og KG 15 hjá gestunum. Sóknarleikur KA-liðsins er búinn að vera góður hér í dag. Sölvi að bolta þessi rétt út hjá honum, vel kallað þarna hjá Ólafi Arasinni að láta hann fara. Sergej Diatlovic, hann bara svarar með stigi á móti. Og aftur einstigsmunur. Gestirnir búin að klikka á 8 uppgjöfum, KA 9. En hvar endar þetta? Konstantín setur hann í antennuna og KA-lið fær þennan stig. Já, bolti má ekki fara í spíruna góðu og KA-lið búið að jafna hann í 9-9. Þetta er vel gert hjá þeim en dæmt mók, ítt þetta hressilega undir boltan. Þetta var svo sem á gráu svæði og þeir mótmanna þessu en ég get alveg skilið hérna dóm líka. Og KA komið 10-9 yfir núna. Alveg klálega grundvöllur fyrir þessu og boltinn svo frá Lexa skoppar á netinu eða hálf deyr í netinu og dettur svo niður. Og Lexi kom með fyrsta ás KA-liðsins hér í kvöld. Gestir enda bara með 2. Þannig að það ekki búið að vera svakaleg ása veisla til þessa. Það kemur Konstantín og Lexi heldur svo lífi, svo kemur Óskar og þessi enn í gangi þessi bolti. Gísli Marteinn upp, Draupnir, hvað velur hann? Hann velur Óskar, erfið bolti og Óskar er ekki að verka þessu. Já. Skítur skeiður, 11-10. Og eins og segi gestirnir, gefa ekkert eftir.
verða að vinna þessar rinnu til að halda þessu í gangandi, annars er KA búið að klára leikinn 3-0. Draupnir upp á Óskar, Óskar aftur í erfiðri stöðu en kemur hún yfir og Gísli Marteinn klár undir hávörðinni og bolti svo hjá Óskari og neglir hún af hávörðinni og skorar af hávörðinni út. Já, Óskar Fernández Zelís komið 3 stig, búinn að gera 1 stig í hverri hrinu. Krúbítan á að gera 2 í þessari þriðju. KA komið 12-10 yfir. Ungu strákarnir að standa sig vel hérna í þriðju hrinu. Þeir eru að fá ábyrgðina. Kemur Draupnir með misjöfna uppgjöf og Fylkismenn aftur 1 stigi eftir okkur. Edvard Konstantín Bors fyrir í uppgjöfina þeirra stigasti maður í kvöld með 8 stig. Og boltinn skoppar á netinu en vel getur Sölva næra að bregðast við þessu og var endar þessi bolti og Óskar. Já, hann vildi það meira og hann ýtir boltan í gólfið. Já, Óskar kom með 2 stig í þriðju hrinu. 4 í heildina. Svo kemur boltinn þetta upp á Atla en hann setur hann hátt yfir. Það var klálega engin snerting að Kámanni þarna, þannig að það var svona örvæntingafullt tilraun gestanna að biðja snertingu þarna. Þá tekur Brynjar Júlíus Pétursson þjálfari gestanna leikhlé. KA komið 3 stigum yfir, 14-11 og þið farið að líta illa út fyrir gestina. Já, ég sé að KA-liðið er svona hægt og bítandi að ná að skilja sig frá gestunum. Það er KA-liðið að gera aðeins fleiri mistök og það er svona að halda gestunum inn í þessu. Sóknarleikur KA-liðsins búinn að vera töluvert öflugri heldur en hjá Fylkismönnum. 26 markstig gegn 15. KA einnig yfir í laumum 5-3. Það eru mistökin sem KA-liðið er að gera meira af. Það kemur hörkubolti hérna, þetta er inni. Já, frábær háarna hjá Gísla Marteini. Já, Gísli Marteinn Baldvinsson stekkur hérna vel upp í áhörðinni og verður bolta beint í gólfið. 15-11. Þá kemur Ólafur Jóhann Júlíusson inn fyrir gestina. KA 10 stig frá því að klára hrinuna og fara með leikinn. Það er farið að líta vel út. Óskar í uppgjöfinu í KA-liðinu áfram. KA komið 3 stig í röð, verða það fleiri. Og kemur góður bolti hérna frá Ólafi Arasinni og hann heldur áfram inn í þessu. 15-12, fyrsta stigið hans. Óskar með fína móttöku, Draupnir á Sölva, Sölvi neglir þessu en frábær hávörð hjá Bjarka Benediktsinni. Hann er komið með 7 stig núna og þetta er 7. blokkstig gestanna. Já, Sölvi búinn að vera heitur en Bjarki sá við þarna. Og þá fær Benediktsen sinn og það halda hann með lífi en KA-liðið kemur aftur. Sölvi, fínn bolti en frábær björgun hérna hjá Atla og í kjölfarið tvíslag á Konstantín Bors. Þetta er klaufalegt, þetta er frábæra björguna hjá Atla Fannari, kasta sér á boltan. Hann fáið þetta tvíslag á sig, þetta er svekkjandi en KA-liðið 3 stigum yfir, 16-13. Röltir Lexi aftur inn á, komin í framlínuna og Benedikt tekur uppgjöfnar. Náum við að aflétta bölvunni hérna að fá stig. Þeir eru líbero lausir. Já, það kom að því. Þeir settu boltan út og þá fær KA stigið.
frá því ég fór að pæla í þessu allavega svona miðbygg fyrstur innu á manni allavega ekki eftir að Káa hafi verið að skora stig meðan við erum með líbörun út af. Hann kom að því og þá kemur hörkusmass þarna frá Sergej Djedlovic og hann minnkar þetta aftur í 3 stig. Það er ekki búið. Það er fljótt að breytast en menn ná að tengja nokkur stig saman. Kemur Hermann Býring inn fyrir gestina. Nei, fyrir Káa-liðið fyrirgefi og Gunnar Pálmi komin aftur í líbörustöðuna. Draupnir velur Gísla Martein, hann er blokkaður, boltinn eins og er áfram í leik. Draupnir aftur á Gísla og hann setur hann út. Og tveggja stiga munur núna 17-15. Jájá, fínt í að Draupni að gefa Gísla Marteini aftur sensinn. Það er oft sterkt að geta svara fyrir sig leið og maður er blokkaður. En náðu ekki að hitta völlinn hana. Það kemur frábært smass frá Ólafi Arasyni. Það gerði hann virkilega vel. Annar stigið hans, 17-16. Hann er kannski að koma fyrr inn í lið gestana. Hann nýta sensinn vel hérna. Vísu svo sem engin hávörn en klára þetta vel. Einstigs munur allt í innu. Sölvi. Æja, við staðsettur hérna Sergej og afturlínu smass af netinu og kemur Sölvi. Fýtt bolti en hún er gott rally í gangi. Frábær hávörn en boltinn dettur í gólfið. Og gestirnir að jafna metin. Ólafur Arason leikur við kvörn sem fengur komið 3 stig núna. Fylkismenn 4 stig í röð, 17-17. Hér er þeir að fara að ná að svara fyrir sig og taka hreinu. Gísli Marteinn af hávörðinu út. Já, þetta er svo sem er hárrétt líka. Ef hávörðinu er fyrir, bomba það bara í hana og láttu boltan fara lengst í burtu. Gísli Marteinn komið 3 stig, þetta gerði hann vel. Já. Náðum að losa hérna stöðu sem við vorum í vandræði með. Þetta missaði móttökuna yfir og setja boltan á Sölva. Sölvi, bombar þessu. Bjarki fyrirgefi, þannig að halda þessu á lífi og svo tökur aftur á Sölva en hávörðin góð og hvað var þetta yfirstig á gestina? Vildu að hafa yfirstig í þetta sá allavega ekki bendingu með net en allavega Káa fær stigið og aftur 2 stigum yfir núna. Og henn er Ólafur að þjarma að Káa-vörðinni. 4 stig núna. En jákvæða í þessu fyrir Káa-liðið er að fyrir vikið þá er snúningur og Ólafur er komin í afturlínuna. Smá reikistefna en hafa bara gaman að þessu. Eins og segir Ólafur sem er búinn að vera að raða í stigunum er hún komin í afturlínuna þannig að það verður erfiðara fyrir hann að bomba á okkur og þannig að reyna þeir laumuna en Gísli Marteinn sé við þessu, kemur Sölvi, já, þetta gerir hann virkilega vel. Það vil að minna þessi mók á Káa-liðið, það hafi verið ítt boltan ekki slegið hann en stigið stendur, 5. stig að Sölva, 20-18 Káa-liðinu. Þessi voru alltaf að slá boltan en ekki ít honum en dómararnir eru ekki sammála gestunum þarna og Sölvi fær stigið. Edvard Konstantín laumar og Gísli Marteinn er aðeins og aftarlega þarna. Tók uppgjöfin og var kannski aðeins og lengi að koma til í sína stöðu. Þannig fyrir aftan hávörðina 20-19. 1 stigs munur við Káa. Edvard Konstantín komið með 9 stig. Ja, Draupnir, þetta er Óskar af hávörðinni og þessi enni leik hérna. Þetta er
frábælega gert hjá þeim og vel geta Sölva að stýra þessi bolta beint við loftið og svo kemur Óskar með geggjastig af háhörninni og þeir ná ekki að stýra þessu í kjölfarið 5 stig á honum 21-19, KA 4 stig frá því að klára þann leik. Þurfa að halda fókus og klára dæmið, ekki gefa gestunum neitt séns á að snúa þessu sér í vil. Og þarna skorar Atli Fannar sitt 7. stig. Þetta var laglega gert hjá Fylkismönnum. Fínt uppspil þarna á Atla á miðjunni og hann kláraði þetta vel. 1 stigs munur, stefnir í frábæra baráttu hérna þessa þriðju hinu. Benedikt blokkaður og tilfæður situr boltan á Óskar. Óskar næri ekki að stýra sem bolta, situr í neti og við erum aftur í jöfnuleik 21-21. Og þá tekur Andrei Collins, þjálfari KA, væntanlega leikli. Sjá reyndar að gestirnir hafa gert fleiri mistök, 29 gegn 27. En já, Andrei Collins, spilandi þjálfari KA, er ekki að spila í dag. Hann tekur leikli hérna. Gestirnir er búin að ná að jafna í 21-21, ekkert langt síðan að KA var með ágætis taka á þessari þriðju hinu. En Fylkismenn með baki upp í vegg, gefast ekki upp og vantar núna 4 stig til að klára þriðju hinu og koma sér aftur inn í þetta, minnka í 2-1. En KA saman tíma 4 stig frá því að klára þetta var endanlega. Ólafur Jóhann fyrir gestina, þetta er það fyrir Gunnar Pálma, Draupnir velur, Benedikt situr hann út, heldum hann, nei, KA-liðið fær stigið, var uppalega dæmdur út, en svo er dæmt touch af gestunum, KA-liðið fær stigið, þannig að KA er 22-21 yfir núna en ekki Fylkismenn. Þetta er áhugavert. KA-liðið sleppur með skrekkin þarna. Benedikt bombað þarna greinilega af hárunni. Já, og þetta er vel gert hjá Atla. Það var virkilega lúmst hjá honum. Beið aðeins með smassið og svo bara rétt potaði boltanum niður í gólfið. Og jafnar í 22-22. Jæja, áfram háspenna lífsetta hérna í þriðju hinu. Gunnar Pálmi, fín móttaka, Draupnir velur Óskar. Óskar neglur þessu, hávartin góð, Draupnir vel staðsettur og setur svo boltan þægilega yfir. Hún snúða þessu sér í vil, gestirnir, kemur hörku smass, Gísli Marteinn, vel gert hjá honum. Ekkert að þess vegna boltin áfram í leik hérna. Draupnir velur Gísli neglur þessu og KA-liðið skorar. Dæmt net á Bjarka. Dæmt net að Bjarka en Gísli var nú alltaf að fara að skora en það er að tryggja þetta þá fær KA stigið eftir net á gestina 23-22. KA 2 stig frá því að klára þetta. Óskar fínn bolti, Edvard Konstantín tekur eins og við þessu og frábærlega gert hjá Gunnar Pálma. Svo kemur Sölvi og boltinn af netinu en ekki hárunni. KA-liðið ekki sammála því, ég held samt að þetta hafi farið í netið. Ég held að þetta sé rétti dómur, 23-23. Þannig að svo er haldið áfram, haldið í haus. Nú eru 2 risastig framundan. Gunnar Pálmi, Draupnir á Benedikt. Nú verðist þessu, svo kemur langur bolti þarna frá honum Ólafi Arasyni og nú er KA-liðið aftur með Pálmann í höndunum. Gunnar Pálmann í höndunum. Þetta er nú guldspjald á Benedikt Valtýsson.
Eitthvað hefur hann gert af sér hérna. Það sé ekki eftir að hann var að setja út á dómaran áðan þegar dæmt fjórslag á KA-liðið. Sem ég held reyndar að hafi rétti dómur, en hvað það? Breytir því ekki að KA er einu stig frá því að klára þriðju hreinu og fara með leikinn. Benedikt í uppgjöfinni. Já, taka þér leikhlé, gestirnir. Reyna að setja búið að taka leikhlé. Benedikt heyrði flaut, tók því uppgjöf. Það voru einhverju 3 fylgismenn eftir á vellinum. Þetta menn haldi bara haus og haldi áfram hérna. 24-23, gestirnir verða að ná stíginu til að knýja fram upphækkun, annars er KA búið að klára þetta. Tekst þeim að slá Benedikt út af laginu með þessu leikli. Pressa á Benna. En við höfum að sjálfsögðu trú á okkar manni. Þá kemur rétta flautið og boltinn frá honum. Öruggur bara. Svo kemur frábær sókn og Hávörnin stendur sínu, boltinn enn á lífi. Draupnir á Sölva, Sölvi neglir þessu og hann er út og við erum að fara í upphækkun. 24-24, þarna voru gestirnir hársbreitt frá því að missa þetta eftir frábæra Hávörnin KA-liðinu. En þeim tókst að bjarga þessu, kom boltan yfir og smassi frá Sölva svo út. 24-24. Gleymið því ekki að það er innan með 2 stigum. Þessna förum við í upphækkun. Og Bjarki Benediktsson fyrir fylkismenn. Og Draupnir í vandræðum Sölvi með vandræðum með móttökuna. Og gestirnir eru komnir núna í líkistöðuna. Þriðja ásinn þeirra, sá fyrsti frá fyrstu hrinu. Þá tekur Andrei Collins, þjálfari KA, leikhlé. Já, eru þeir að taka þessa þriðju hrinu gestirnir. Ekki langt síðan að þeir voru í vandræðum. Bjarki Benediktsson var með örugga uppgjöf áðan. Hvað gerir hann núna? Óskar tekur vel við. Nú þurfa að nýta okkur þetta. Kemur Gísli en blokkaður. Aftur kemur Gísli þá. Neglir þessu. Frábær móttaka þarna. Missa hann yfir og Gísli setur hann af netinu. Klúðrar þessu og fylkismenn skora 27. stigið sitt í kjölfarið og vinna þriðju hrinu og knýja fram fjórðu hrinu. Já, hérna hér. Gísli vildi tvísla á gestina. Það var ekki það augljóst að ég skildi sjá það. Og já, hérna. Gestirnir aftur taka þeir hreina á móti KA. Þetta er þriðja hreina sem þeir vinna í vetur. 2 á móti KA. Þannig að vonandi að strákarnir náðu að klára næstu hrinu þá. Það er breytir gæti hvort þú vinnir leikinn 3-0 eða 3-1. Þú fara alltaf 3 stig hvort sem er. En sjáum hérna tölfræðinni þriðju hrinu. 24-26 sigur fylkismanna, voru 24-23 undir en skora 3 stig í röð og sína karakter þarna
Sjáum eins að Káa með 9 smastig gegn 9. 1 ás sikkvarum megin, 2 laumur á gestunum og 2 blokkstig á sikkvart liðið og 12 mistök báðum megin. Káa leiddi vest með 4 stigum í þessari þriðju hrinnu, en það var ekki nóg. Kíkjum þá á tímalínuna. Já, Fylkismenn byrjuðu betur, náðu 3 stiga forskoti, en Káa-liðið náðu svo að snúa þessu sér vel og var með 9 fingur á því að klára þessar hreinu, en mikið baráttuhugur hjá Fylkismönnum náði að snúa þessu sér vel og 24-26 sigur Fylkismanna. Við erum því að fara í 4. hreinu hérna, þannig að ef við vorum eitthvað plön skulum við endilega geyma þau áfram. Það er allavega 1 hreina í viðbót af þessari flaggveislu í Kámölinu. Já, við minnum eins og segi á það að það er nóg að vera á Káa-tíu helgina. Bikarmót yngri flokka í blaki á laugardag og sunnudag. Sýnum frá miðjuvellinum hér í Kámölinu á Káa-TV. Svo er stefnumót í knattspyrnu í 4. flokki karla. Sýnum alla leiki í Boganum þar beint. Gerðum það bæði í dag, svo á morgun og sunnudag líka. Og svo minnum við að sjálfsögðu líka á að það er bæjarslagur í handboltanum á sunnudaginn. Þór á móti Káa í Óðinsdeildinni í handboltanum. Hann er að vísu í beinni á Stöð 2 Sport. En engu að síður mikilvægt að við höldum áfram að styðja við strákana okkar í handboltanum. Það vera gjörsamlega frábærir. Komast það með ótrúlega endurkomu í gær gegn Valsmönnum. Voru 6 mörkum undir þegar var 5,5 mínútur eftir og voru 4 mörkum undir þegar var 2,5 mínútur eftir. En tókst að knýja fram jafntefli. Ég er búinn að vera í allan daginn í dag að ná mér eftir það, lýsti þenn leik. Eðlilega misti maður sig aðeins í liðinni. Ekki oft sem maður sér svona viðsnúning. Spurning hvort að Fylkismenn sé að koma með viðsnúning hér. Þeir eru allar búin að ná að taka hreinu og minnki 2-1. En sjáum að Káa-liðið breytir aðeins núna. Fílip kemur aftur í uppspyrjarstöðuna. Draupnir áttir alveg fína innkomu en gerði kannski eðlilega einhver mistök líka. Þetta ungur og þarf að fá að spila. Og dæmt net á það sé Óskar sem er dæmt net á sig. Skiptir í öllu máli. 1-0 fyrir gestina. Fyrsta stigi þeirra í þessari 4. hreinu. 1-0. Ólafur, en Óskar gerir vel og fær svo boltan tilbaka og bombar þessi gólfið. Þetta gerði hann frábærlega. Það voru komið ansi framalega og hann bombar hann í fjærhornið. 1-1. Og fer svo sjálfur í uppgjöfina. Það kemur boltur á honum. Konstantín tekur við þessu og svo endar boltinn á Bjarka og þessi blokk frá Káa endar út. Hann var mjög tæpur þessi bolti en þetta dæmdur út. Benedikt við það að fá stigið þarna en í staðinn er það Bjarki sem fær smastig. Sölvi á Fíli tilbaka á Gísla Martin bombar þessu og já, þeir ná ekki að stýra þessu bolta og Gísli Martin, já, nekkir þessu í gólfið 4 stig á honum. Já, það er ekki oft sem að segja þetta, það er engin líbero á vellinum.
Spurning hvernig varnarleikurinn þá. Næja, áfram smjörið og Lexi klárar þetta. Þetta hélt KA-liðið að þeir væri búin að fá stigið en áfram hélt leikurinn og sem betur verið þá var Lexi með hugan við efnið og klárar þetta 3-2. Ísmenn vera full taugatrettir hérna í staðan bara fyrir að bara vera rólegir og spila bara sinn leik með fullri virðingu fyrir liði gestanna. Á KA-liðið var einfaldlega að vera sterkara og ætti bara að klára þetta en ef það er einhver íþrótt sem að fer illa með hann að vera orðinn pirraður og svekka sig á öðrum hlutum heldur en þessi skiptir máli, þá var það blak, það þarf ansi lítið út að bregða. Það kemur Ólafur, Hávarðin fín en hann vantaði þetta net á Gísla Martin. Þrjú og Óskar með fína móttöku beint á Fílip á Lexa en Lexi nær ekki boltann yfir. Og Fylkismenn aftur komnir yfir. Svolítið sveiflur hérna upp að við fjórður hinu. Sölvi á Fílip og Sölvi var hann aftur og þessir út. Já. Skildi þó aldrei verða að gestirnir myndu ná að snúa þessu í oddahrinu. Óskar á Fílip tilbaka á Gísla Martin og ég veit ekki alveg hvað Gísli ætlaði að gera þarna. Það hefði alltaf verið ansi máttlaus lauma. Alveg spurning hvort að Andrei þurfi að kalla aftur til Matteo. Þetta byrjar að hita aftur upp. Þá kemur misjafn uppgjöf á gestunum. KA-liðið fær þarna mikilvægt stig. Gott að missa gestin ekki ólangt frá sér. Gísli Marteinn. Eina bolta en fín móttaka hjá Ólafi og það kemur vantar þægileg bolti fyrir KA-liðið. Jæja, nú er sénsinn. Rætt uppspil á Lexa og Lexi setur hann í hávættuna og út. Já. Komin 11 stig hjá Lexa. Og minkar þetta í 1 stig, 6-5. Og þá svarar Gísli Marteinn með vísindarinnar uppgjöf, svo 11. í rauðinu KA-liðinu. Óskar finnur Fílip og þessi bolti frá Sölva. Endar í gólfinu. Já, 60 frá honum. Nú var sterkur leikur að jafna metin og jafnvel að snúa svo okkur í vil. Gestirnir eru áfram með bakið fyrir vegg. Þó þeir hafi náð að vinna síðustu hreinu. Æja, nú kemur hörkursvars frá Óskari og já. Það var enginn að stöðva þetta. Setur hann fram hjá Hávarðinni virkilega fastan og ég er ekki viss að einhver hefði náð að verðast þessum bolta í afturlínunni. 7-7. Kemur Sölvi. Já, fín móttaka eins og er hjá Atla og reyna að lauma. En Gunnar Pálmi gerir þetta vel og sjáu þið hæðina sem að Lexi er í þarna. Ekki nóg með að hann sé risastór, hoppar hátt. Það eru með langar hendur líka. Og hann stýrir þessum bolta beint í gólfið. Auk þess að hann langaði mjög mikið inn á bolta. En þá kemur vissni uppgjöf frá Sölva. Og staðan 8-8. Þetta ætlar að verða
ansi erfið 3 stig fyrir KA að sækja. Það að segja að þeir ná því, þurfa þá að vinna þessa hreinu. Hann var ekkert út að bregða núna. Fílíp upp á Óskar á háortinu og í gólfið. Já. 9-8, Óskar að stígu upp, heldur betur, komið með 8 stig. Kemur Benedikt inn í KA-liði. Þetta var hörku séns hjá Sergei, það var einhver mislingur háortinu í KA-liðinu, en Sergei hittir ekki völlin og KA fær hérna 10. stigið sitt. Þetta var klaufalegt hjá Sergei. Og KA núna 2 stigum yfir. Þetta er vonandi að snúast og svo kemur aftur svona ás hjá Lexa. Já, þetta eru ekki fallið stigin en sæt eru þau. 13. stig að Lexa, boltinn snýri þarna af krafti í netinu og datt svo gjörsamlega eins mikið beint niður hægt er. Og núna skorar Sergei, setur hann í hátina út, komið 3 stig, bætir upp fyrir mistökin áðan. Nú er bara stóra spurningin, ástrákarnir að klára dæmið. Gerði ekki alveg nægilega vel á þann. Og þetta er vel gert hjá Atla Fannari. Boltinn aðeins og langur hjá okkur. Og Atli gat stýrt honum beint í gólfið. 1 stigs munur, 2 stig rauða gestunum. Atli kom með 8 stig eins og sjáið. Sergei. Minna bolta, Gunnar Holmi gerir þetta vel og kemur lauma frá Fílíp. En frábært þetta Bjarka sem að styr við þessu. Og svo kemur Óskar. Sittur hann fram hjá háortinni og þessi er út frá Benedikt. Já, þessi er út. Hann var mjög tæpur en þessi hárréttur, hann var út þessi og 11-11. 3 stig rauða gestum, þau voru ekki lengi að svara fyrir sig. Fílíp upp á Óskar, sittur hann langan en hann er mættur hérna og svo kemur Óskar bara aftur. Já, þetta gerði hann vel. Komið 9 stig. (12-11) fyrir KA. Edvard Konstantín Bors en það er bolti fyrir Gunnar Pálma og við sleppum með skrekkinn hérna. Hvað endar þetta? Fáum þetta stíð hérna, tvíslag á Bjarka. Óvenju mikið tvíslagsdóma hér í dag og KA 13-11 yfir. Fín Hávörð með boltinn svo af hátinu út og já, dæmt neta KA-liðið líka þannig að þetta var aldrei að fara að enda í stig fyrir okkur. Hefur 12. stig gestanna staðreynd, 13-12. En þessi bolti frá Kristni ekki nægilega góður og ódýr stig fyrir KA-liðið. Nú fer hver stig að telja heldur betur. Sá allir verða að klára þessa hreinu til að sækja öll stig í 3. Það var ekki efnið að missa stig hér í kvöld. Og, já, þetta er líka Gísla og fylgismennum dæmt stigið, seiling hérna á Benedikt. Þessi réttdómur teygði sig hérna full langt yfir netið til þess að ná til boltans. Hvað endar þetta? Einstigs munur og Bjarki með smassið sem að fer á hótinni inn. Aftur er séns á gestur með þessi bolti svo of langur út frá Atla. 13-15.
KR að hanga á 1 til 2 stigum hérna. En það er fljótt að fara, þurfum mest að ná að bæta aðeins í þetta. Og svo kemur smassi frá Bjarka af háurðinni og út. Bjarki komið með 10 stig. Nú er hann og Konstantín stigastir hjá gestunum, báðum með 10. Óskar á Fíli tilbaka á Gísla Martin og hann neglir þessu en ahaja. Það var að fara að hrósa honum alla þeirri móttökuna. Hann mist hann aðeins og langt og Gísli Martin kom með 5 stig. En náðu að hanga á forystunni. En þetta er búið að vera heldur betur strembinn leikur. Og Sergej kemur hún yfir, vildi örugglega smassa hana bolta. En það var ekki séns á því. Lætur vel í sér heyra Sergej. Og hvað gerist hér? Þarna á einhverjunni gefins bolta frá Bjarka yfir. En það tók enginn við boltanum og því fær Bjarki líklega auðvitað stig sem hann hefur skorað í blaki. 15-16. Og Bjarki er núna komin í afturlínuna. Óskar finnur Fílip og Gísli Marteinn með hörku smass en þeir ná að verða þessu og byrju. Nei, það er seiling KR. Næja. Það er seiling þá á Fílip þá væntanlega. Já, fyrirgefðu. Gísli Marteinn er í afturlínu. Hann fór fram í línuna til að smassa. Og svo í kjölfari setur Sölvi boltan í antennuna. Og Fylkismenn eru skyndilega komnir yfir 16-17. Eru þeir að fara að knýja fram Oddarhinu. Fílip upp á Sölva og Gísli Marteinn heldur svo lífi og svo kemur þetta var eitthvað annað. Sáu þetta samspil Fílips og Lexa. Og vá, þetta sem var ekki oft. Þetta myndir bara sirkusmarki handbolta eða eitthvað svoleiðis. 17-17. Þú jötum með til Sergej skorar svo komaði, hann fekk smass sénsinn. Búinn að kalla ítrekka boltanum undanfarið. 17-18 Fylkismenn. Eru þeir að snúa erfiðri stöðu sér í vil. Ekki strax allavega. Mísandi uppi frá Arnóri Snæ. Aftur eru í jöfnuleik 18-18. Lexi klára hérna í móttökunni Arnór og Edvard Konstantín Bors með smassið en Sölvi afturlínunni tekur þetta. Óskar neglir þessu, háutinn fínu gestunum og þeir halda svo lífi. Nú kemur þægileg bolti yfir. Nú kemur sensin okkur. Fílip velur Óskar, Óskar neglir þessu í gólfið, þetta var vel gert. Já, nákvæmlega sem við þurftum. Óskar komið 10 stig. Lexi því aftur og erfið bolti fyrir Konstantín en gerir þetta mjög vel úr þessu en Óskar fær aftur sénsinn og setur þetta held ég gefa honum bara blásstið honum Kristni. Ég var ekki viss hvort að boltin hefði farið í Kristinni eða netið en þetta var netið þannig að skilum ekki gefa honum stigið þegar við baka. 19-19 Sergej kominn í afturlínuna. Sölvi vissar langan og hvar endar þessi bolti? KR fær stigið, dæmt mók á gestina. Þetta var alvöru bolti þarna. Bæði lið að stökkva upp á mótunum. Datt Fylkismegin. KR stigi yfir og
kemur Konstantín, bombar að hátinu út, 20-20. Jæja, nú Matteo komið aftur inn. Og nei, við höldum að fara að nota Óskar hérna, engin hávært með Óskari og hann bombar þess af öryggi gólfið, 11 stig Óskari, 21-20. Ég síndist gestunni reikta með því að Matteo myndi fá boltan. Þeir voru svona leiðin þangað, en þá var Fílip okkar búinn að leysa í aðstæður og setta hann á Óskar. Það er að lauma en Fílip sér við þessu. Dæmt mók á Matteo. Ég er ekki sammála þessu. Ég er bara ekki sammála þessu. Já, ég er alveg viss um það að Matteo kýldi þennan bolta. Þetta hefði ekki verið mók á hann. Ég ræða með eitthvað saman dómararnir hérna. Stendur þessi dómur eða ekki. Jæja, endur tekið. Þetta er tekið tilbaka. Já, enda eins og þetta var furðulegt að sjá. En eins og ég segi svo oft, þetta er jákvæður blakið að vera að segja bara endur tekið, gera þetta bara aftur. Og hún tekið mikið í því í handboltanum eða fótboltanum. Og það væri vissulega mjög áhugavert að sjá það í framkvæmd. En jæja, áfram innst í Sminnur KA. Óskar með boltan yfir hérna og gera ágætlega úr þessu, en nú ætti við sákvæmt að nýta þetta vel. Matteo bombar þessu og skorar, já. Þráttur að hafa verið hvíldur núna í töluverðum kemur hann sterkur inn aftur, 14. stigið hans. 20-20 og þá tekur Brynjar Júlíus Pétursson, þjálfari gestanna, leikhlé. Já, 2 stig í röð núna hjá KA-liðinu, Óskar og Matteo, báðir með hörkusmöss úr díóstöðinni. Og það er áhægt að sjá hvort við náum að nýta okkur þetta. Þannig meðbyr sem höfum núna. Jæja, allt klárt til að halda áfram hérna, Óskar. Meira bolta, hann er fín og þetta var vel gert hjá Konstantín. KA-liðið illa sér dæmt móka á þetta, hann hefði rauninni ítt boltanum, en KA-liðið var svo sem fekk svipað stig með sér fyrir í leiknum, þannig að réttlætinu er fullnægt. Matteo bombar þessu og skorar. Þetta gerða frábærlega. Fín hátt á mótunum, en það er bara ekki nóg. Miguel Matteo Castrillo komið 15 stig. Það fáum við Fúsa, Vigfús Jónbergsson inn í uppgjöfuna. Það var 2 stigum frá því að klára fjórðuhreinu og þar með leikinn. Við þurfum að halda árum að sækja og mátti ekki hætta í blakinu. Það var voðin vís. Bjarki, hvað endar þetta? Blak, ekki blak, þetta er net á KA-liðið. Fylkismenn eru því heldur betur enn á lífi. Náðir aftur að snúa hlutunum við undir lokinn og knýja fram Odda Hreinu. Skildi þú aldrei verða.
Atli Fannar Pétursson í uppgjöfinni fyrir gestina. Já, þá fær hann flautið. Þessi bolti á Matteo. Gunnar Pálmi tilbaka Matteo aftarlega en gerir vel úr þessu. Þeir ná hins vegar verðast þessu. Ekki tvíslag, áfram með smjöri bara. Gefur Matteo bara þessu og þetta hann skorar úr þessu. Matteo af hávörninni og beint niður. Veitu hvað við fá tvíslag á gestina. Það var ekki dæmt og sem betur verið héldu þeir áfram. Fengur svo stigið, Káa einu stigi frá því að klára þetta. Matteo tekur stuttan bolta en þeir ná að verða þessu, svo kemur fastur bolti hérna og ekki náðu að bjarga þessu og 24-23 núna. Fylkismenn gefast aldrei upp, þeir mega það en þurfa nauðsynlega á þessu stigi að halda til að knýja fram upphækkun. Aðra hrínuna í röð. Óskar á Fílip á Lexa, þessir út og við erum aftur að fara í upphækkun. Já, hér 2 stig rauð á Fylkismönnum. Eru þeir að fara að taka stig hér í kvöld? 24-24 þegar fyrir leikinn í dag. Í kvöld voru bara búin að vinna 2 hrínur. Það eru 3 verða það fleiri. Bjarki Óskar stýrir þess ekki og Bjarki Benediktsson kemur gestunum yfir í 25-24. Og þá tekur Andrei Collins, þjálfari Káa, leikhlé. Já, 3 stig rauða gestinum og þeir eru skyndilega með þetta í sínum höndum. Sjáum hérna síðustu stigin. Já, þetta er svekkjandi að sjá. En ja, þá er bara pressan á okkur núna, þurfum hann á stíginu og þá aftur upphækkun. Kemur Bjarki, þessi bolti, Sölva og kemur Matteo og hann er út og Fylkismenn taka hrínuna 26-24. Við erum að fara í 8 hrinu og Fylkir er komið sitt fyrsta stigi hér í deildinni í vetur. Óvænt staða í Káa-milunum, þó vissum við alveg að Fylkismenn það býr hellingur í þessu liði, en þetta er óvænt sérstaklega að Káa komst í 2-0. Búin að missa 2 hrínur í röð núna í upphækkun. Þetta er bara rándýrt spaug hjá strákunum okkar. Við erum að fara í 58 hrínuna. Sjáum hérna tölfræðina úr þessari 4. hrinu, 24-26. Káa-liðið með hörku sótt, 15 smastir gegn 7. 1 ás gegn engum, 2 laumar gegn 3. Ekkert blokkstig en Káa-liðið gerir 16 mistök í þessari hrinu sem gefur gestunum stig. Það af 26 stigum þeirra. Það er bara allt of mikið, allt of mikið. Og ég verð bara því, ég er bara fyrir vonbrigðum með Káa-liðið að láta þetta actually gerast. Klúðra núna 2 hrinum í röð sem eru við það að klára þetta, missa í upphækkun og tapa henni. Sjáum hvernig þessi 4. hrina spilaðist á tímalínunni. Liðin skipti svolítið á að leiða þetta en strákarnir voru í góðri stöðu undir lokin 24-22 en 4 stig í röð Fylkismanna tryggði þeim sigur í annar hrinu
Þeir hafa, eins og segi, unni núna 4 hreinur í vetur, þar að 3 á móti Káa. Verða það 5, það að segja, í heildina eftir þessu Odda-hreinu. Það er eftir vonað það að sáðunir náðu að týna sér til í andlitinu og klára þetta í Odda-hreinunni. En svona er sportið. Þetta er ekki búið fyrir það er búið. Það er bara algjörlega þannig. En já, eins og ég segi, verður spennandi að sjá hvernig þessu Odda-hreina spilast. Já, heldur betur. Spennandi leikur hérna núna. Gestirnir heldur betur búin að svara fyrir sig og eru með byr í seglin hjá sér, koma fljúandi krafti inn í Odda-hreinuna. Stemdi allt í svona, já, allavega 3-0 ef ekki 3-1 sigur Káa. En baráttuglaðir Árbæingar búnir að taka 2 hreinur í röð núna, báðar úr erfiðri stöðu og Odda-hreina framöndan. Jæja, þá förum við að verða klár í Odda-hreinuna. Það eru gestirnir sem að byrja. Já, jæja. Þá verður að klára Kristinn Freyr fyrir Árbæinga. Þetta kemur bolti frá honum. Fastur bolti, Sölvi með fína móttöku. Fílip upp á Matteo. Matteo setur hann í gólfið. Já. Svara fyrir stíð áðan sem að endaði út hjá honum og tryggði Fylki. Sigur í 4. hreinu. Hvað endar þetta? Vel gert. Já, Konstantín, en Gunnar Pálmi gerði vel og þeir halda svo lífi en ekki alveg nægilega góð snertingur frá Sergei þarna sem var búinn að vinna alla vinnunar ná boltanum. Dugði ekki og Matteo fær sitt 8. stig hérna. 2-0 fyrir Káa. Odda-hreinan sjálfsög bara upp í 15. Þannig að
Hvert stig mjög mikilvægt. Og þá kemur fyrsta stig gestana. Þetta var hann Atli Fannar Pétursson. Kom með 9 stig. Kemur Óskar, smassar þessi beint í gólfið, reyndar ekki beint í gólfið, hann fór af netinu og svo í gólfið. En Óskar öflugur núna, komið 12 stig. Nú þurfum við bara að halda áfram. Og já, kemur ás frá Óskari, 3. ás KA-liðsins. Og svo fyrsti sem kemur ekki frá Lexa. Ekki að gefa gestunum neitt séns á að vera inni í þessu oddarhinu. Og þessi hávörn með KA-liðinu öflug en boltinn af hávörnina út og þetta var hann Bjarki Benediktsson sem skorar sitt 13. stig. Og hér kemur ás frá gestunum. Var þetta ekki hann Atli Fannar, jú, sitt 10. stig. Atli aftur, þessi bolti Gunnar Holmi tekur við og svo kemur Matteo, neglir þessu og já, endanum fær hann stigið 5-3. 19 stig af Matteo, þátt að spila ekkert í 3. hinu og rétt restina 4. KA-lið var kannski full lengi að setja hann aftur inn í 4. hinu. Net á hávörnina á KA, sá hvernig þetta var Lexi eða Sölvi, skiptir ekki öllu máli, fylgismenn stíu eftir okkur. Þetta verður áfram barningur. Liðin skipta svona vallarhæfning þegar annar liði komið upp í 8 stig. Styttist í það. Óskar á Filip og frábær hávörn og þessi bátur enn í leik. Sölvi setur hann yfir. Jæja, vel geta KA-liðin að ná að redda þessu og kemur Lauma og Gunnar Pálmi. Aftur kemur fast í boltinn en smassi frá Sergei af hávörninu að Lexa og út 5-5. En gefa Árbæingar ekkert eftir, jafnæðinni 5-5. Og Bjarki Mýkjunni mistur hérna hjá Sölva, missir móttökuna yfir og dauða færi fyrir Kristinn Frey sem að nýtir sér það og skorar. Fylkismenn komnir yfir 6-5. Jæja, Óskar frábærlega hérna, það er að berga þessu. Matti setur boltan yfir og kemur svo hérna mikilvæg hávörn til að Lexa. Þetta var heldur betur mikilvægt. Býttu nú við, hvað dæmaði nú? Er hann að dæma net á KA-lið? Já, hann dæmir net á KA-lið. Þannig að Fylkismenn fá stigið. Ég gat ekki séð að það hafi verið net, en KA-lið ekki sátt með þetta. Og skyndilega eru Fylkismenn núna 7-5 yfir. Þá tekur Andrei Collins, þjálfari KA leikhlé. Þetta er að snúast heldur betur hérna. Ég allavega sá það ekki í fljótu bragði, þetta hefði verið net. Minni á að á YouTube er hægt að spóla tilbaka, þannig að þið getið séð þetta aftur. Við erum ennþá að vinna í því að geta bætti endursýningum í KA TV í blakinu á okkur. Ég ætla að sjá þetta aftur. Við
Þetta er alltaf ansi lítið ef þetta er net. Jæja. Dómurinn alltaf stendur. 7-5. Gunnar Pálmi á Fílíp og Matteo. Hann situr hann öruggan yfir. Eru þeirri Bjarka þarna og móttakan ekki nægilega góð en Sölvi bent net á Lexa og gestirnir eru 8-5 yfir þegar við förum í skipting á vallarhelmingum hérna. Já. Matteo biður mennum að róa sig. Já, ég bara verða viðurkenna mér finnst KA-liðið hafa tekið full mikinn séns með því að gera henni of miklar breytingar of fljótt og eftir það höfum við ekki alveg náð sama takti í okkar leik og Fylkismenn hafa nýtt sér það, eru búin að koma í 8 hreinu og eru núna eftir að staðan var, ef ég man rétt, 5-3 komnir í 8-5. Nokkrir netadómar á KA núna. Jæja, 8-5 fyrir Fylkismönnum. Þeir eru 7 stigum frá því að klára leikinn. Það var ekki margt sem benti til þess í stöðunni 2-0 fyrir KA og KA yfir undir lok þriðju hreinu. Sölvi er að lauma en vel geta Sergej, hann les þetta og svo kemur fastur bolti hérna frá Bjarka. Bjarki Benediktsson kemur þessu í 9-5 fyrir Fylkismenn, komið 14 stig. Já, baráttuglaðir Árbæðingar eru bara að njóta þessi botn að vera hérna í hörkuleik. Þessi er eins og út frá Bjarka, núlar þetta út, stig hérna á hann. Gunnar Pálmi ekki í neinu vandræðum með þetta. 3 stiga munur. Matteo tekur enga sensa, þetta sensanir dýri núna, svo kemur frábær boltinn að fara Sergej. Já, ég gef Fylkismönnum það, þeir eru bara búin að spila virkilega vel, spila sínum kostum. Það skila sér heldur betur. Fílíp upp á Matteo setur hann í netið. 11-6 fyrir Fylkismenn. Eru þeir að klára þetta? Eru þeir að takast að leggja KA og sækja sinn fyrsta sigur í vetur? Gunnar Pálmi við móttökuna, missir hann langt og dæmt net á Fílíp. Enn eitt netadómurinn að KA-liði, þessi er eins og hárréttur. Ekki þetta sem neitt þetta, 6-12. Fylkismenn eru 3 stigum frá að klára þetta. Nýðist fyrir KA-liði bara gjörsamlega búið að missa hausinn og hárréttu Andri Collins að taka leikhlé. Það er bara algjört andleysi við KA-liðinu, bara því miður. Menn verða að kunna takast á því mótmótandi. Það gerðu gestirnir. 2-0 undir í erfiðri stöðu í þriðju hreinu og aftur í erfiðri stöðu í fjórðu hreinu. Unnu báðar hreinur eftir upphækkun og eru núna í algjörri kjörstöðu í oddahreinu. Eru 3 stigum frá því að taka oddahreinuna og fullkomna endurkomuna sína. Arnór Snær í uppgjöfinni 3 stig á gestunum núna. En þá klikkar uppgjöfin honum, þetta er mikið fyrir KA-liðið. 7-12, þetta er ekki búið eins og ég er búinn að segja svo oft í þessum blaka-útsendingum. Í blakinu getur aldrei hægt að vera vensungjöfinni. En við megum hins vegar ekki gera neinn mistök. Þannig að við getum ekkert voðalega mikið verið að segja Ása hérna.
Konstantín og já, Káa fær stigið, Bent mók á hann. Ég alveg sammála þessu, hann tók boltan ansi aftarlega, ítt honum fram áður hann fór yfir. Þannig að aftur fáum við ódýrt stig, 8-12. Við erum bara að halda áfram. Nýta okkar tækifæri, vonast að gestinni geri einhver mistök. Já, reynir að lauma, Matteo klár og fara Óskar boltan og situr hann langan og frábær björgun hérna. Og svo kemur miðsetta bolti frá Bjarka Benediktssyni, Káa komið 3 stig í röð. Að koma sér aftur inn í þetta 9-12. Já, það komið á okkur að snúa dæminu við. Það er óskandi. Konstantín situr hann á hávörninni og þessi boltir. Dettur í gólið. Og hann fagnar eins og óður maður, dabbar á allir pakkin. Þetta var Konstantín Bors, kom með 13 stig. Hávörnin að Káa var heldur betur í þessu. Það var ekki nóg, 4 stiga munur, gestin 2 stigum frá þessu. Sergej með bolta sem að Sölvi tekur og boltinn á Óskar. Óskar neglir þessu, þessi var inni, já. Sem var inni, beint í hornið. Minkar í 3 stig, 10-13. Þetta er ekki búið, Óskar komið 14 stig. Æja. Lexi skiptir þetta út fyrir Fúsa, Fúsi í uppgjöfuna. Lexi búinn að sækja 2 ása í leiknum, en Fúsi svo sem þekktur fyrir að vera með ansi öruggar uppgjafir. Það að sem þurfi núna, enga sénsa. Já, engin átta þarna og reynir að lauma, en Benedikt sér við þessu, en sénsboltinn er áfram hjá gestunum. Afturlínu smass, Matteo tekur við þessu og fær svo boltan í kjölfarið, bombar þessu og skorar. Já. Mikið stig frá Matteo, hans 20. leiknum, 11-13. Hægt og bítandi er að koma okkur inn í þetta og þá tekur Brynjar Júlíus leikhlé fyrir gestina. Já, hvar endar þessi blakleikur? Ég segi þetta að ekki margir þeir reiknuðu með því að við yrðum í þessari stöðu í Oddahreinu, en hrós á gestina. Káa-liðið er hægt og bítandi að koma sér inn í þetta þegar þeir voru 12-6 undir rétt áðan. 5-1 kafli á Káa, en áfram gestinni 2 stigum yfir og þeir eru 2 stigum frá því að klára Oddahreinuna og þar með leikinn 2-1. Jæja, Fúsi fínn bolti frá honum og kemur Konstantín, frábær hávörn en þeir halda svo lífi og aftur kemur Konstantín, frábær hávörn, já, geggjuð hávörn, Benedikt lokar þessu. Annars stigið hans, geggjað blokkstig og heldur betur mikilvægt, 12-13. Já. Karakterinn hjá strákunum flottur núna. Boltinn upp á Konstantín og aftur og hann spassar hann og spassar út. Ekki touch og við erum í jöfnum leik, 13-13. 7-1 kafli á Káa hérna. Strákarnir eru búin að jafna núna úr 12-6 í 13-13. Fúsi áfram, góður bolti frá honum, þeir ná að taka við þessu og fastu boltið, Fúsi tekur svo sjálfur við honum í móttökunni og Matteo reynir að lauma og meira það, skora stig, kemur í 14-13. Allt í einu er þetta algjörlega búið að snúast við, Káa er 1 stig frá að klára þetta. Guð minn góður hvað þetta er magnaður leikur. 14-13, það kemur aftur leiklið hjá Brynjar Júlíusi. Káa komið 5 stig í röð og eins og segi 8-1 kafli
8-1 kafli eftir staðan var 12-6. Þessi leikli ekki mikið að býta á hann Fúsa. Sjáum hérna 5 stig í röð. Óskar, Matteo, Benedikt, svo einu mistök þarna á milli og svo Matteo aftur. Kemur Káa í 14-13. Það er ekkert langt síðan að Káa tók leikli og við erum svona náfölir strákarnir. Maður líst ekkert á þetta, virtist vera algjörlega andlausir. En fyrir að finna hérna kraftinn þeirra mest á reynir. Fúsi. Já. Býtur ekkert á hann þessi leikli og fastu bolti og Fúsi frábær móttaka. Sölvi og Matteo. Kom góð bolti yfir. Hvað gerir gestinni núna? Konstantín reynir að koma fram með hárinu, gengur ekki. Og kemur aftur Konstantín, setur örgan yfir. Matteo upp. Filip á Matteo. Matteo bombar þessu og skorar og Káa vinnur leikinn. Já. Þessi endur koma Káa leysins í oddarinnunni. Gjörsamlega til fyrirmyndar. Já, hérna hér. Og manni sé nú hvað mönnum er létt. Þeir voru 6-12 undir og vinna leikinn svo 15-13. Eða vinna oddarina 15-13 og leikinn þar með 3-2. Vá. Hversu svekkjandi fyrir gestina. Þeir voru svo nálægt þessu. En já, hérna. Annað kvöldið í röð maður að reyna að ná sér eftir magnaða endurkomu hjá Káa-liði. Þetta strákarnir fá þá allavega 2 stig út úr þessu leik. Stemdi ekki í það rétt áðan. En kíkjum hérna á tölfræðina í oddarheiminni. 15-13. Sigur Káa, bæði lið með 7 smarstig, bæði lið með 1 ás, 1 lauma á Káa-liðinu, 2 blokkstig og 5 mistök hjá sikvoru liðinu. Sjáum mesta forista gestana í oddarheiminni, 6 stig í stöðunni 12-6. En þá slæði Káa-liðið hingað ekki lengra. Og já, vinnur þessa hrínu. Já, hérna. Heldur áfram að vera 4 í Káa-milinu. Heldur betur. Kíkjum á hvernig þessi oddarhreina spilaðist. Þá getum við séð bara blátt á hvítu. Hvernig það gerist. Já, sjáum við Fylkismenn rauðir voru í algjöri lykilstöðu þarna. En frábær endurkoma. 9-1 kafli hérna sem að gjörsamlega snýri þessu. Og já, svona fyrir rétt kíkja yfir stigaskor í leiknum áður við fyrir að setja gott. Það er svona. Matteo stigastur að Káa með 22 stig þrátt fyrir að spila ekkert í 3. og lítið í 4. rinu. Geggjaður að vanda. Óskar Fernández Zelís með 14 stig eftir að hann var með 2 stig til fyrstu 2 rinunar og stegan heldur betur upp. Lexi 14 einnig, Sölvi Páll 6, Gísli Marteinn 5, Hermann Bíring 4, Filip, Pavel, Fúsi og Benedikt allir með 2 stig hjá gestunum. Og var það Bjarki Benediktsson stigast með 14 stig, Edvard Konstantín Bors með 13, Atli Fannar 10, Sergej Djadlovic með 6 stig, Ólafur Arason 4, Kristinn Freyr 3 ásamt Arnóri Snæ Guðmundsssyni. En já, ég held við þurfum að setja gott hér í Káa TV í kvöld. Endaði maraþon viðureign og Káa með ævintýralega endurkomu. Já, þetta segir bara ýmislegt karakterinn í strákunum. Eins og segir, þetta var ekki alveg það sem maður bjóst við þegar Káa var í góðri stöðu í 3. rinu. En já, ég held að við förum bara að setja gott hérna. Ágúst Stefánsson heiti ég, lýst þessu með okkur og Stefán Jónsson sá tölfræði og útsendinguna. En já, ansi góði sigur staðreynd og við þökkum fyrir áhorfið í dag. Bless, bless!